Röndið út. Já. Gaman að hafa þetta hérna. Þú ert trillt í stúkan í kynningunni. Já, með það. Þau hreyfðu sig allavega smá. Það eru tveir Fjölnismennina í stúku. Gabbi og Gústi. Gústi. Gústi hérna. Vanni? Annars er restin Haukamann. Já. En er leið... Já. Já, við erum það. Erum við byrjað? Já, þurfum við að segja það. Það er alvöru. Já. Svo taka lagið. Tómi, ég vil að þú látir mig líða eins og ég sé einu stelpan í heiminum. Nei, ok, þetta kom bara með heyrnartala heimann. Hæ? Já, svona heyrnartala heimann, sko. Nei, gerist ekki betur en þetta. Já, það er það. Ég þekki enga einustu manneskju í stúkunni fyrir utan pappa þinn. Og hann situr svolítið einn á báti. Já, við þekkjum samt alveg gott prósent. Já, það er þetta satt. Jú, Beggi. Hver er Beggi? Er þetta ekki Beggi hérna? Já, þetta er Beggi. Hvað? Begga, er þetta stúkun? Fjólubláfessunni. Já, vá. Jú, ég þekki líka Ámunda. Pappa hans Begga? Hæ? Pappa hans Begga? Nei, þetta er pabbi Gunnar Ámunda. Númer 4 í aukaleginu. Já. Við byrjar að telja upp alla í stúkunni. Góðan daginn. Já. Já, verið velkomin á leik Fjölni og Hauka. Ég heiti Tómas Eða Tómasson og með mér er hérna Trausti Eiríksson. Blessaður Trausti. Blessaður Tómi, gaman að vera með þér. Byrjunarlið Fjölnis er Eva María, Erla, Birna, Natasja Harris og Nýleikmaður. Inga Saga. Og ritaraborðið er Leifur Arason, Ben Stævoll, Hjalti Vil og Ægir Þór Steinarsson. Dómarar dagsins eru Rögnvaldur Hreiðarsson og Jón Benner. Já. Þetta verður athyglisverður leikur. Fjölnisliðið hefur ekki enn unnið leiki í svo. Ég skal bara anda aðeins með mikrofóninn.
Byrjunarlið Hauka, þú segir það kannski Trausti? Á ég að segja það? Já, takk. Heyrðu, það Guðrún Ósk Ánadóttir og Sara Pálmadóttir, Ragnar Margrét Brynjarsdóttir, Marja Lind Sigurðarsdóttir og Katrín Patrísa Snodgrass. Já. Svo ég veit ekki alveg hvað hann Það sé ekki bara amerísk. Já, það kemur ekki óvart. Snodgrass. Aukasti fara Ragnar og Inga stóra nær þessu og Fjölnir missir boltan. Aftur fyrir miði. Haukarnir fá það á fyrstu sókn leiksins. Já, dálítið klaufalegt Fjölnir stjórnum hana. Það stillið upp. Og það tapaði bolti hjá Haukum, kasta hann beint út af. Nýi leikmaður. Nýi kaninn hjá Fjölnir, Natasha Harris, spilar sinn fyrsta leik, nummer 9. Og tekur sitt fyrsta skot og skorar sinn fyrsta stig. Vel gert. Ragnar klúrar skoti. Já. Og Inga með frákast. Og vantaði pínu kraft í lappinu til að klára þetta. Katrín tekur boltan upp fyrir Hauka. Og finnur Írisi Sverrisdóttir sem var galopur undir körunni. Og Fjölnismenn missa boltan, kastuði hún út af. Fjölnir stelpuna kannski ekki vanar að spila svona hraðan bolta. Það hafa verið að labba boltan mikið upp. Það mun taka einhvern tíma fyrir nýja leikmann að venjast hinu leikmannu liðsins. Já, það að venjast henni. Já, skulum sjá hvernig þetta gengur. Hún verið stöður í hörku formi allan. Íris Sverrisdóttir með 2 stig og fekk Villa Hauki. Gerði hann inn í teginn. Villan var á Ingu Basuku. Ingu Basuku. Ég veit ekki alveg hvernig að bera þetta fram. Basuka bara fínt. Já, við skulum halda okkur bara við það. Já. Ragnar setur víti á ný. Haukastelpur að pressa. Og Natasja með boltan. Og hún tekur 3 stig skot. Og það fínt skot hjá henni. Gott frákast henni á Marju Lind í Haukum. Og hún skorar. Staðan er orðin 7-2 fyrir Hauka. Íris Sverrisdóttir fekk dæmt á sig villi. Haukan er í 2-3 svæði. Já. Mér sýnist Fjölnistelpunar byrja dálítið eins og þær hafa verið að byrja leikina í vetur, dálítið kraftlausar. Já, finnum gott að komi. Fín hugsun hana hjá Natasju. Óheppin hana. Eina sem hefur verið kraft hingað til hefur verið nýi kaninn okkar. Sem lendi í morgun skils mér. Þannig að... Já, hún gerði það. Ragnar fer á Ingu. Fín vörn. Og hún blokkar hann. Fín vörn á Ingu. Og Erla tekur boltan upp. Gefur hann á Evu sem færi villu og í skoti. Skiptingi á Haukum, Íris Sverrisdóttir fer út á, í staðinn kemur Gunnhildur Gunnarsdóttir inn á. Fyrsta vítið honni á Evu.
það er sérna klúrast. Haukarinn kom í sókn. Fín vörn á Birnu. Hanna, já, fín vörn. Fín vörn og opinn, fækti hann þessu villi. Birna var ekki sammála þessu. Nei. Fín, bara upp með henduna það maður, sleppa að bjóta. Þetta er erfitt skot hjá Snodgrass. Snodgrass er búin að vera dugleg hérna í fyrstu mínútu þessa leiks. Og hún fer á yllínuna. Og fyrsta skotið fer á hann í. Staðan er 3-8 fyrir Haugum. Bæði skotin á ný. Löng sending frá Ingu og keyra bara á það. Það er á þetta niður. Nei, það hætti að vera á þetta niður. Natasha stígur út af. Haukarnir að boltan og fara í sókn. Snodgrass tekur boltan upp. Snodgrass. Ragnar Margrét fær hann á toppinum. Kjörur á og Snodgrass tekur skot, klúrar, Ragnar með frákast en hún klúrar. Natasha keyrir upp öllin en hún róar þetta niður. Þryggjastæðar skot. Núna vantar Fjölnisstefnunum mann á stopp. Fá smá kraft í þetta og tal. Það er satt það. Það er aðeins að byrja anleik. Og Ragnar með boltan upp á toppnum. Gefur hann yfir á Snodgrass. Guðrún fær hann undir. Fín vörn með Fjölnisstefnunum og keyra svo á þetta. Og Natasha kemur með boltan upp og hún keyrir inn í teginn. Já, vel gert. Hún er ofin að klára þetta ekki. Guðrún með boltan á kantinum og María fara hann upp á tófnum, gefur á Rögnu sem gefur hann á Gunnhildi sem er blokkuð. Inga er komin með 2-3 blokkina en Guðrún setur þryggjastæðar skot. Núna vantar Keisli á móti, Keisli í baki á það. Það hefur verið fínt að fá stopp þarna og geta jafna leikinn. Erla með fínt skot. Óupinn hana. En það pínu andleysi í Fjölnisstefnunum. Þannig var Inga, hún tröflaði mér skotið í tegnum og mæja það. Já, hún er náttúrulega risastór, hún er 1.90 eitthvað. Já, hún er svolítið stærri en þú, Tómi. Hún er vel stærri en ég. Og þetta var vel gert. Sendingin að Tössi og Ingu hana. Haukarnir taka leikli. Og Haukar taka leikli. Staðan er 8-12. Haugum við vel. Nýja leikmaður Fjölnis er komið með 5 stig eftir 5 mínútur. Já, og lítur bara þokkalega út. Já. Vill keyra upp hraðan og svona. Kannski eitthvað sem Fjölnisstelpunum hefur vantað hingað til. Já, ég geti, já. Það verður gaman að fylgjast með þessu framhaldinu, þetta getur verið spennandi leikur. Það verður bara aðeins að einhvern veginn aðeins að vakna til lífsins, það er geta betur en það. Já, alveg klálega sko. Og ég held að þær þurfi kannski pínu að fatta að þær eru underdogs á móti flestum liðum sem þær spila móti í deildinni og þær hafa engu að tapa, þannig ættu að sýna meiri kraft í byrjun leikja heldur en þetta. Já, það er samt, já. Þeir eru í dag, ég myndi að spila á móti liðin sem var spáð minni með öðru eða 3. sæti í deildinni í vetur, meðan þeim var spáð senast það. Og helsta tölfræðin er að Ragnar Margrét er komið 5 fráköst og stigasti liði Hauka er Íris Sverrisdóttir og Snodgrass með 5 stig hvor.
Natasja er með 5 stig hjá Fjölni og Inga Bazooka með 2 og Eva María Emilsdóttir er með 1 stig. Leikurinn hafður aftur. Skipting hjá Fjölni, Bergþóra er komin inn á. Já, Begga, Já, hún er þokkaleg. og Erla dribblaði og það er dæmt uppkast. Bergþóra hefur komið inn á fyrir Natasju. Já, hún fær smá hvíld. Flott sending hana hjá Snodgrass og Það var vel gert hjá þeim. Ragnar Margrét nálægt í að klára þetta. En það er villa á Erlu. Hennar fyrsta villa. Nei, önnur villa, ásakið. Höfum þetta rétt resti. Já, fyrir ekki að ég tek þetta tilbaka. Fyrsta víti honni á Rögnu. Hún er villisum megin. Natasja Harris kemur aftur inn á og Inga Busaka kemur út af. Inga búin að standa sig vel í byrjunleiks, alveg í vörninni þá. Hún er búin að eiga fína leik. Erfitt skot hérna hjá Snodgrass en hún setur hann niður. Og Fjölnir tekur leikli. Það var kannski eitthvað skot í að inn á sendingin hún lenti út af á Fjölnisdalum. Ég veit ekki hvort það var búin að taka leikli fyrir eða ekki. Það var fínt. Þeir eru núna búin að skora 3 stig í röð. Haukar. Haukarnir, já. Það eru 3 mínútur og 50 sekúndur eftir að fyrsta leikluta. Strákan er að ritarabarinn standa sig einstaklega vel. Já, þeir með það. Nema Leifur Arason, hann er með einhver fíblalæti hana. Bara svona eins og Vella. Þetta er dálítið kjánalegt. Já, þeir með... Fullorðnir menn hérna. Já. Ha? Ég veit það ekki, ég minnst þetta dálítið barnalegt hjá þeim sko. Við þurfum aðeins að tala þessum menn held ég. Það gengur ekki. Maðurinn sem er einbeittur á leiknum með Benni Stævalina. Já, hann hefur helgað sig þessu starfi svolítið mikið upp á síðgætti. Hann er virkilega einbeittur hana. En já, leikurinn byrjar aftur. Jú, Bergþóra tekur hann inn fyrir Fjölni. Fá geisla á þetta, fá kantan upp. Bergþóra með boltan í kantinum. Haukarnir halda áfram í svæðisvörn. Bergþóra keyrir inn miðjuna. Gefur hann að Tassi, hún tekur skot. Og það er skot. Fínt skot, það vantar menn í frákastinu. Það er enginn í frákastinu. Nefn að Haukastúrkur. Guðrún með boltan í kantinum, Natasja þetta varnar. Já, góð vörn hana. Læsleg vörn. Það var góð barði hann, hún má neyða það. Við hefðum kannski þetta ekki átt að... Leifur Arason að klikka skóðklikkinni. Já, hann hefði átt að einbeita sér betur á hann hérna og ætti að fíbla svona. Já, hann hefði betur átt að einbeita þessa leiknum. Nú er skóðklukkan ekki í gangi. Jón notar þetta þessu. Það er svolítið. Nú heldur leikurinn áfram. Guðrún Haukar er ennþá í sókn. Ragnar fyrir boltan í kantinum. Þetta var erfitt skot. Fjölnistelpuna þurfa að stíga út. En Snodgrass skorar. Það er erfitt að hafa ekki Ingu inn á í frákastunum. Já, hún skiptir miklu máli frákastalega séð fyrir liðið, en það gríðarlega hávaxin. Hún er bara, já, Bergþóra með þrist og hann er hún í... Sýstíðin með þrist. Einhvern veginn grunar mér hver hefur kennt henni þetta. Já, hún hefur þetta í blóðinu myndi ég halda. Já. Þetta var vel gert hjá henni. Og það var Haukarinn Húlsson og það var dæmt villu á Natasju.
hennar fyrsta villa. Haukarnir eru komnir í bónus. Og það eru tvöst og gott fyrir Guðrúnu Óskamundóttur. Brjálæðingur að rífa kjaft upp í stúku. Já, svona. Ekki klikkaust. Hann er búinn að vera brjálæðinn allan leikinn. Guðrún setur bæði víti núni. Staðan er 11-19, Haukum við vel. Villa hana. Þetta var tæft á einhverju. Og gera, 3-2. Við erum að nýta þetta betur. Haukarnir að halda áfram að pressa. Það hefur virkað ágætlega. Sending á Bergþóru og fínt skot í Erlu sem fer ekki hún í. Og í gólfið. Óheppinn. Fín barátta hana, óheppinn. Þetta er hvað? Önnur villan á Erlu? Þriðja. Þetta er þriðja villan á Erlu. Já, þriðja villan. Já. Það er skipting líklega hjá Fjölni. Erla er líklega á leiðin út af, enda með 3 villir. Og inn á kemur Erna María. Já, Erna María. Margrét klikkaði á fyrra skotinu. Setur það sinna. Þetta var fallega gert. Fín sending á Bergþóru. Fín skot hérna þessu. Þetta var góð sókn en Róa hún að klára þetta ekki. Fín sókn hjá Fjölnistöpu. Og Gunnhildur er með boltan. Gefur hann yfir á Margréti Rósu. Og Eva. Fín hreyfing á Rögnu og fer ekki á ný. Góð vörnin var hjá Eva hana. Bergþóra keyrir upp með boltan. Núna vantar stelpunar með að keyra almennilega hérna. Já. Akkur er svo mikil súperleikt hérna. Akkur er svo mikil súperleikt hérna. En allavega þá er Nadia sem með boltan. Já. Hún er með góða bolta með hún, má ég það? Mjög góða bolta með það. Fín sending á Birnu. Bergþóra upp í 2 stiga skoti. Fín skot fyrir ekki á ný. Galop með hana, ekki það reyna. Haukarnir fær í sókn. Gunnhildur með boltan á kantinu, gefur á Snodgrass. Erna er að passa sig að fara ekki og nálægt henni. Og Gunnhildur. Fín vörn í Fjölnistelpunum. 2 sekúndur eftir skóklukkan er búinn. En dómarinn er að segja að það hef ekki verið búinn, það ég veit ekki alveg með það. Hann hafi runnið út hana en Ég sýndi það. Fjölnir fengur boltan. Fjölnir sem er komin í sókn. Haukarnir í maður og mann. 50 sekúndur eftir að fyrsta leikluta. Natasja keyrir og fín sending á Evu. En hún er ekki alveg að grípa boltan. Hún er mikið að þrönga og Birna með þrist. Óheppinn. Og hann fór næstum því á ný. Já, næstum því. Það var mjög nálægt þristi. Og þá eru Haukarnir komin aftur í sókn. Snodgrass með boltan. Hún er með boltan mest allar sóknir þeirra. Já, bara eins og kanar yfirleitt á byrjunni. Arna glemdi einhver sér í vörninni hjá Fjölni og Margrét Rósa að galopinu undir körunni. Og það vantar smá neista í þetta Fjölnislið að rífa þetta upp. Fínt skot hana. En enginn í frákastunum. 8 sekúndur. Leikl. 2 sekúndur. 1 skot. Og fyrsti leikluta er það búinn. Staðan er 22-11 fyrir Haukum. Fjölnistelpunar búin að spila ágætis bolta, sérstaklega varnarlega nema núna í lokin. En það vantar meiri keislu og ákafa í sókninni. Það er það, skotin á heldur ekki verið að detta núna seinni hlutan. Nei. En svo vantar líka algjörlega stelpunar keyra í sóknarfrákastinn þegar skotin koma. Já, það er satt. Þetta virðist oftur auðvelt í Haukunum en það er nóg eftir og það er ekki afskrifa neitt hérna.
Helst já. Já, Jón Sverris í stúkunni með félagann sínum Arnar Jónssoni og Jón að drekka Magic síni. Já, eða Eils Orr. Já, þetta Magic. Hann Gífurlega fallegu maður þarna í stúkunni. Já, ég sé það núna hérna á skjánum. Þetta jólaöl hjá hann. Þetta maður með góðan smekk. Jón kannski vinkar okkur aðeins. Já, jú, hann veifar. Já, hann veifar. Og Arnar pírir augun, hann sér ekki neitt. Já, hann eins og með Mountain Dew. Þetta menn með góðan smekk, myndi ég segja. Þetta Kristall, rauður Kristall Plus. Þetta gífurlega fallegt fólk í þessari stúku hér í kvöld. Já. Það kannski ekki mikið af fólki en þau öll mjög falleg. Já, það eitt af þeim sem skiptir máli. Hérna réttir Björgvin okkur statið. Trausti, þú kannski segir okkur helst tölfræði þættina. Snodgrass hérna komið með 9 stig. 9 stig. Við stigastu Haukum og eftir henni kemur Íris Sverrisdóttir með 5. Hún hefur þá einnig spilað 2 mínútur og 30 sekundur. Stigastu Fjölni Natasja Harris með 5 stig og síðan Bergþóra með 3. Aðrir með minna. Þessum við geta Ragna með 6 fráköst í Haukum og Snodgrass með 5. Og það eru nokkrar með 2 fráköst í Fjölnisliðinu. Það eru 2 stóðsendingar einnig hjá Natasju. En svo við snúum okkur aftur á leiknum. Já. Þarna var þetta tvilla á Gretu Maríu. Hún einmitt systir fræga Daðenberg Grindarsson sem spilum hann KFÍ. Já. Það gaman að því. Það mikil tengsl í þessu út allt sko. Og sonur hennar heitir einmitt Daðenberg líka eins og frændi sinn. Já. Og alveg jafn mikill snillingur. Já, það gull að manni, það má ég það. Og Haukarnir halda áfram að pressa. Fjölnir stelpun að leysa þetta vel og þurfa að refsa núna. Og þetta er vel gert af Bergþóru. Og sóknarfrákast. En Erna María hann á óvinn. Haukarnir komið sókn. Inn á komin Heiðrún Harpa í Fjölnisliðið. Hann átt að tala í verðina. Og Ragnar með frákast. Það var gott ræðið þannig hjá Margréti Rósu. Það skoraði sín fyrstu stig í leiknum. 8. Það er Gunnhildur með dræf og Erna braut á henni. Kemur Inga inn á fyrir Ernu og í liði Hauka kemur Lovísa inn á fyrir Ragnar Margréti. Ragnar Margréti kom með eitthvað 7-8 fráköst og 5-6 stig. Flottan leik. Og Gunnhildur klúrar fyrir vitinu. Og setur sérna. Natasja með allt Hauka. Þetta var vel gert. Þetta var Ingu sem klárar mjög vel. Hann kerði þær upp völlinn hratt og fundu lausa mann undir körfunni. Það lausa konu undir körfunni. Maðurinn með boltan þarf að hafa með sér leikmenn til þess að eitthvað hraðaflug gangi upp. Það er erfitt að fara 1 á 5. Það er það sko. Snodgrass með fallega hreyfingu þannig. Það er haldið áfram að pressa, 2-1 pressi. Og þetta er alveg eins og áðan. Sendingana. Natasja kerir upp völlinn og finnur Ingu undir körfunni sem leggur hann hún í. Útlendingan að gera þetta núna í sókninni en núna vantar að stoppa í vörninni. Staðan var 15-28, 13 stiga munur. Já, ekki 3 stiga. Já, ekki alveg 3 stiga. Það er þessi róskandi samt. Já. Lovísa með skot í horninu, heitir ekki. Heiðrún með frákast, Natasja kerir fram. Kerir inn í miðuna. Góð hreyfingana.
Hún virðist koma með eitthvað sem Fjölnistelpunum hefur vantað dálítið, það keislan fram. Íris kom í svona 3. villu í leiknum á það bil 5 mínútum og Fjölnistelpur er yngast. Greta tekur hann inn, þannig að Tessa, Inga og Bergþóra með boltan. Þröngt hjá Fjölnistelpunum núna og Inga með Bergþóra. sendingu á Bergþóru og... Þetta var fallegt, svona að skjóta þristum sko, spjaldið Óni. Það er ekki þetta kvartu í svona skotum, Tómi. Nei, alls ekki. 3 stig. Fyrir yfirdengunni á Bergþóru. Hún minkar hann í 10 stig. Snofgras með boltan á kantinum. Hún hefur verið Fjölnistelpunum erfið. Já. Og hún dragur inn í... Og aftur skorar hún. Og skorar og fær villað ekki. Það þurfa að tala hans betur á þessu skrínið þannig. Já. Hún er erfið við Reynar. Já, hún er góð. Skipting í liði Hauka. Út af kemur Sara Pálmadóttir. Já. Og inn á kemur Ragnar Margrét aftur. Og hún setur senna vítið. Nei, eina vítið. Þetta var vel gert. Flott raf. Þetta er einmitt máli. Refsaðum fyrir að spila svona aggressífa svæðisvörn. Bara keira fram að þér. Mér er litla Inga að stóla þessu. Ragnar Margrét á... Línu vörnum Fjölnistelpunum, skref hana. Ragnar Margrét á tónum. Læsileg og missir boltan. Tessa nær boltanum. Og Inga tekur boltanum. Já, þetta er skemmtilegt. Losa sig við hann. Góð keisla í Fjölnistelpunum hana. Leiklega hjá Haukunum. Henning góðsattur með dómarana. Er hann að heyra í... En þú veist eins og honum til dæmis? Já. Þá er þetta... Það var fínt samt að geta heyrt hvað hann er að segja, stundum heyri ég ekki hvað... Já, ok. Það er bara óþægilega hjá það, Tómas. Já, mér að kenna, Trausti. Ekki málið, ég fyrirgef þér. Málið er að þegar Fjölnistelpunar skora þá trillir stúkan og ég heyri ekkert. Já, það er enda satt. Hvað er í gangi hérna, sko? Það er enda satt. Þetta er þekkt vandamál í þessum íþróttalýsa heimi. Já. Við verðum bara að taka á þessu en... Svona er þetta bara. Ben Stævel er hinn rólegast á klukkuna, það má ég það. Hann er ekki að hæsa sig. Stævel er rólegur í flestu sem hann gerir. Já. En hann Hjalti að borða eitthvað. Hann er að borða... Hjalti! Hvað ætti að éta? Hvað ætti að éta hana? Já. Þetta er einhver flott samloka. Já, en með malt. Skil ekki hvað Leifur er að segja, þetta er örugglega ekki lélegur brandari. Það skiptir rosalega sjaldan miklu máli hvað Leifur er að segja í höfuð, þannig að þetta er alltaf í lagi. Ég er búinn að þróa svona tækni að hlusta ekki á það sem hann er að segja. Útiloka það bara. Já, þetta tekur tíma að æfa held ég er ekki búinn að ná þessu ennþá því miður. En leikurinn hafði nættur. Fjölnistelpur með boltan og Bergþóra með þrist. Og óuppinn hana. Fyrsti þristurinn sem verður ekki ofan í henni. Og þetta er villa á Haukana. Að villa á Guðrúnu. Hún er komið að fá svona fyrstu villu. Fyrstu? Fyrstu held ég. Já. Sýndist að hér gera merkið það. Natessa fær boltan. Og Greta er alveg upp í törninni. Natessa upp í þrist. Fínt skot. Erfið en Haukan ná boltanum. Það er þá einhver komin í sóknarhóðstu núna og það ætlar að hafa fyrir það með honum. Þetta er allt endur bæðing. Snodgrass með boltan. Gefur hún upp á toppinn á Rögnu og Guðrún upp í þrist. Og hún missinn. Fínt skot. Og Fjölnistelpur keyra, Bergþóra næstum búinn að missa hann út af. Guðrún fær sér aðra villu. Fjölnistelpurnar að sækja vel að þau núna, fiska villur. Það ráða, Haukastelpurnar er ekki ráða mikið við hraðan hjá Natessu. Nei. Lovísa fær hann út af. Og inn á kom... Dagbjörn. Já.
Inga með skrítna sendingu. Og Góð vörn hana að Tussin að trufla skoti. Snodgrass klúraði hana Mér sýndist nú þetta að vera Haukabolti en Já, við erum ekkert að kvarta svo sem en. nei, alls ekki. Inga með góða sendingu og Greta Þetta var vel gert. Greta kláraði hana að Gretu. Munum konið 9 stig. Það er að minnka hættur rólega. Núna vantar kraft. Halda kraftum uppi. Snodgrass á móti Nantessu. Einu vörn hana. Dagbjörn með boltan. Já, Guðrún góð gerir. skipting af fjölnistelpunum. Og Ragna inn í tegnum. Nei. Þetta var seint. Röggi. Ég held að það var að fara dæmingast. Þetta var nú bara bolti sýndist mér. Já, þetta er hennar, hvað, önnur villa. Já, Ég held það. Og Ragna klúrar fyrir auðvitað. Og nú setur hérna. Anna vitið honni. Aftur komin 10 stiga munur. Nátessa kemur inn Fín tegn. sending hana. Berður að draga baseline. Og fótur. Reynir að finna Ingu. Fótur döndur á Haukana. Ný skólklukka. Svo höfum við það á hreinu bara. Já, það er rétt, já, það er rétt. Já, mér finnst það. Birna finnir Gretu og Greta reynir að finna Ingu. Erfið sending. Erfið sending. Það þurfa að bakka það í vörn. Ragnar með boltan. Nátessa á Fín Snodgrass. vörn hana. Fínt headsa Gretu. Ragnar fær hann inni. Og Snodgrass, nei. Það þarf að Dagbjörn með sóknarfangast á körfu. Æ. Þarna Erfitt að Bergþóru. vantaði Ingu og hún var ekki mætt í teginn. Guðrún með boltan. Ragna. Þetta var nú skref held ég. Já, mér syns það svona. Og þetta var heldur ekki mikið villa. Og Greta María fekk færið hana sína öðra villu. Jú, aðra villu. Já, held ég. Það er skiptingi á Fjölni þegar Bergþóra kemur út af fyrir Evu. Inna kemur Eva María. En Snodgrass skítið 2. Klóra fyrra. Og hvað gerir hún sinna? Ó, hún setur hún. 13 stiga munur aftur. 22-35 fyrir Haugum. Fín sendingan yfir á hinnkantinn á Birnu og Birna. Fín skot. Inga með frákast og Birna aftur. Vel gert hjá Ingu hana. Og óheppinn að klára þetta ekki. Vantar bara að klára þetta. Það var vel gert hjá þeim. Og Nátessa stel boltanum. Og fiskar villu. Vel gert hjá Nátessa hana. Það var vel gert hjá henni. Það eru óheppinn að klára þetta hérna aðeins fyrir. Það var vel gert hjá þeim. Já, þetta var fín sókn að hann. Haukaþjálfarinn er orðinn stressaðir. Já, það er lítið át að vera mjög ágjöfullar hann á kantinum. Já. Birna fær hann á kantinum upp á high post. Það láta boltan ganga vel. Greta í galoppi skot og það er hún. Hún lætur ekki bjóða sér svona tvisar sko. Nei, alls ekki. Greta er búin að eiga fínan leik hérna. Já, hún kemur góð koma hérna. Fjölnistelpan hefur kannski vantað pínu framlag frá henni í senustu leikum. Já, það getur verið. En Hún kemur sterk inn hérna í dag. já, virkilega. Hún er einnig búin að stoppa Rögnu svolítið. Já, hún er búin að vera góð í vörninni og sókninni. Birna Og stólinn bolti hjá Birnu. Fín vörn hana í starfunum. Nátessa keyrir inn í, finnur Birnu í þristinn og hún setur hann kaldur. eftir spjaldið honni. Inga óheppið hana.
Ó, nei, dómar. Nei, þetta var alveg pjúra villa. Þetta var bara fínu villa. Aðeins. Grilla María Brutan á Snodgrass. Snodgrass. Snodgrass ekki sátt. Já, Það var kannski óþarfa harkaleg villa. já, kannski. Það eru konur í bónus. Já. Hún stoppaði hraðablöfið þeirra. Já. 2 mínútur og 16 sekundur eftir af öðrum leikluta. 10 stegamunur, 25-35. 11 stegamunur afsakaði. 25-36 núna. Kannski 12 stiga, ef hún hittir. Já, góður er yngi, Tómas. Það er 12 stig. Það er 12 stig. Það er líklega svipað mörgu að Snodgrass er komið með sjálf. Já. Jafnvel, Natasja heldur áfram að keyra inn í miðjuna, finnur Birnu. Sendingin henni stólið hennar. Og, Þessi var spjaldið honni. Bryndís Hanna skorar í sinu fyrsta skoti, nýkomin inn á, spjaldið honni úr horninu. Já, ég veit ekki alveg hvort hún hefði ætlað að gera þetta en... Og Inga við boltanum deginum, og það er brotið á henni. Sterkt hjá Ingu. Það er ráða lítið við hana þegar hún fær boltað hana og kemst í hreyfingu. Þetta var skot hjá Bryndísi úr horninu spjaldið honni, þetta var skemmtilegt. Já, þetta er svona sem Fjölnistelpunar þurfa ná að hrista af sér. Þær taka smá rönn hérna með erfiðum skotum. Það þurfa að fá hefnuna sitt band. Já. Þetta er að detta hauka með hann þessa tímana. Þessa stundina meina ég. Bazookan setur bæði honni. Hún er búin að drjúg. Hún er búin að vera mjög góð í þessum leik. Og Eva á hennu. Hún hefur reyndar verið eitthvað meitt undanfarið þannig spilatíminn hennar er kannski ekki eins mikill og maður hefði vonað. Og hún hérna tekur hann frákust, það er brotið á henni í leiðinni. Hún fær 2 skot. Getur minkað henni í 11 stig aftur, hann setur bæðan honni. Það er fínt fyrir Fjölnistelpunar að minka það niður í 10 stig fyrir hálfleik. Þetta var líka 3. villan á Maríu Lind Sigurðardóttur. Það er þetta fínt bara að minkað henni eins mikið og geta skoðinn. 10 stig er fínt til að byrja með. Já, svona allan að 10 stig. Já. 8 væri fínt, sko. 7 væri betra en við förum ekki út í þá saman núna, það er víti. Inga. Æ, klúra fyrsta. Og setna skotið. Fer. Onni. Setið það honni. 12 stiga munur, 28-40. 1,5 mínútur eftir að fyrsta leikluta, nei, af öðrum leikluta þessu gæði. Þetta er annar leikluti, já. Þetta væri full mikið stigaskor fyrir fyrsta. Já, bara eins og í leiki með kallaliðinu. Já, þetta er einnig með þess að full mikið fyrir það líka, jafnvel. Já, þeir fengu nú á sig hérna, slatta stigum daginn. Ó, fallegt blokkaðna hjá Ingu. Og þær geta minkað þetta, og Eva, góð sending hann að Natasju. Vel gert þarna. Fallega gert. Gunni 10 stig, 30-40 og Guðrún, já, hún tók hann erfiðan þrist. Natasja keyrir upp, hún tekur 3 stiga skotið, þetta, nei. Já, fínt skot. Þetta var tilraun, hefði máttið þetta. Ekkert af þessu, Nei. vantar smá momentum í þetta hefði. Hún hefði allt með sér, Já. það hefði bara þetta að klára þetta. Og Hanna með skot, held ég. Já, og Hanna reyndar. Nei, Bryndís Hanna, já. Bryndís, takk fyrir. Já, það var svo gæð, þetta var mér að kenna. Fín sending hana yfir á kanti. Og Birna. Birna keyrir inn í, gefur á Evu. Dræfa sterta görunni. Já, Ragnar fær hann vill á sig og ef það fær 2 vítaskot. Þetta geti jafnvel farið í 8 stigin þín. Já, þá eins og varstu að biðja. Þetta er ennþá leikur, þetta er vel leikur. Já, já. Og Eva missir sér fyrir að vitið.
Og seinna vítið fer hún í. Það vantar þeim 1 stopp bara. 16 sekundur eftir, líklega taka Haukar bara einu sókn. Bryndís Hanna fær boltan. Og Gunnhild gefur Gunnhildi. Natasha gerir vel að yfirtaka Snodgrass en Ragnar skorar. Hann í auðvelt skot og Ákveðin hálfleikur. hálfleikurinn er búinn. 31-42 fyrir Haukum. Búinn að vera spennandi leikur. En búinn að kamplaskiptur. Já. Á meðan Fjölnistelpunum gengur vel að keyra upp hraðan þá gengur þeim mjög vel. Svo þurfa þeir bara að fá stopp hinum megin. Já, það eru hægt og rólega að minnka munin. Já. Þetta er alltaf koma. En við sjáum hvernig þetta gengur í sennleik. Já, við gerum það, Trausti. Þú ert ekki að fara neitt. Já, ekki að það Það er ekki boði. Mér sýnist það ekki. Maður er orðinn spenntur. Já. En kannski við fáum statið fyrir hálfleikinn. Fáum kannski eitt viðtal við hann Björgvin hérna. Já. Hálfleikstölur. Nei, ég er ekki. Haha. Björgi, komdu. Sett á þig annað headseti. Vilt þú spyrja hann, Trausti? Trausti, vilt þú taka viðtalið með Björga? Nei, þú ert góður í. Já, ég skal taka. Jæja, Björgvin. Já, blessaður. 31-42 hálfleikstölur. Hvernig líst þér á þetta í Fjölnistelpunum? Þetta er allan að koma batnandi. Já. Svona helsta sem þeir mættu kannski bæta? Það hafa ekki alveg verið búin að setja öll skoti niður og mættu hitta aðeins betur. Það var þetta að smella. Já. Mætti þess að skora fleiri stig, það var þetta meira. Já, fleiri stig væri fínt, það væri mjög fínt. Nú voru Fjölnisstúlkurnar að fá nýjan kana, Natasha Harris, lenti bara í morgun. Hvernig líst þér á hana? Hún er mjög góð. Og tennum að segja? Keyrir hraðan. Sé hann að búin að henni? Nei, rólegur. Okay. Eru við í loftinu eða hvað? Yeah. Herðu, þakka þér fyrir Björgvin. Já. Það eru hendur slattinu niður. Blessaður. En við viljum fara yfir hálfleikstölur, nei yfir statið. Það er hérna sýning í hálfleik, 1-1 leikur á milli Jón Sverrisson og Arnar Jónsson. Jón Sverris byrjar með boltan og setur skotið spjaldi onni, 1-0 fyrir honum. Arnar kannski ekki sterkur á póstunum, Þetta er skrif reyndar en ekki dæmt. Já. Sett hann að þessu örvar. Þessi maður hefur enga trú á okkur sem lýsar en því miður. Trausti, hann er hérna. Trausti með þetta alltaf hreinu með þér. Sjálfsög. Ég kemst alltaf að sko. Ég hef alveg lýst leikjum áður sko. Vorum að taka eitt í Bjögga hérna. En Já, þeir eru til að koma upp hérna. Þetta settir niður bara. já, þetta er tengt við. Já, þetta kemst hérna. En ég tek nú seint viðtal með hann Arþór sko. Já. Það er eitthvað sem ég nenni ekki sko. Maður er með ómikinn orð að forða fyrir okkur. Já, þú veist. Við skiljum alla hvað hann segir. Svo er hann bara, hann er leiðilegur. Já, þú vilt orða það þannig, Tómas, en já, það er kannski málið bara. Nei, hann er gullamann, hann Arþór. Já, hann er fín. Hann er frábær náðingi. En við snúum okkur kannski að leiknu, þá er Snodgrass vingur okkar með 17 stig. 17 stig. 5 fráköst og 3 stóðsendingar. Já, hún er virkilega flottan leik sko. Ragnar er með 8 fráköst og 4 stig hjá Haukunum. Hjá Fjölni hins vegar er Inga með 9 stig og 5 fráköst og Natasha með 5 stig. Nei, með 7 stig og 5 fráköst. Nei. Hún er með 5 fráköst og 5 stig. Greta Og 5 stóðsendingar. og 5 stóðsendingar, það er satt hjá þér.
Greta María er hins vegar með 7 stig og 1 frákast. Hún er hins vegar komið með 3 villur. Já, Greta búin að eiga, eins og ég segi, flottan leik. Hún er búin að hafa flottan leik. Það er ekki slæmt að vera hérna með 7 stig og 3 sóknarásningar á 10 mínútum. Og eiginlega þá finnst mér Fjölnistelpunar alveg að séns í þetta Haukalið. Það Já. er bara, þær þurfa að trúa því sjálfar bara. Halda upp í tempóinu og kraftinum í leiknum. Þær geta vel unnið seinna hálfleikinn með 10 stigum, það er alveg veitað. það er Reyndar bara 12, reyndar 12. Það verður með betra. Við skulum kannski ekki... Elvar Sigurðsson mættir, við kannski... Elvar Sigurðsson, massaðastur í drengjaflokk Fjölnis. Þú kannski sýnir okkur sixpackið. Þú varst víst handtekinn daginn með 6-pack og 2 byssur. Það var mér sagt. Þeir sem hafa Elvar Sigurðsson á Facebook, þeir vita það að hann er með sixpack. Já, það er satt. Við erum þess heiðurs aðnúndi að vera báðið með hann á Facebook og Já, hann hatar ekki að setja myndir af sjálfum sér. Nei, ég hef séð nokkrar. Ég veit það ekki. Það er bara annar mál. En já, endilega aðtið honum að þið séu ekki með hann á Facebook. Þetta er maður sem við viljum allar hafa. Já, marga flotta myndir hann. Já, það var ekki málið. Elvar Sigurðsson. Eins og þú segir, hann var alltaf með einhverja stæla, sko. Já. Alltaf með einhverju Ég stæla. ekki vilja fá að taka viðtal við hann. Nei, við höfum líklega þurft að setja sensor á það allt saman. Já. En þetta er skemmtileg uppbytun hérna á Fjölnistelpunum. Það veit ekki alveg, jú, hann er góða. Það er alltaf dætt inn í þeim. Hvað segir Björgvin? Ah. Talaði í mækinn, þú ert að segja Já, eitthvað. þú ætlar að segja eitthvað og verður bara að koma nær. Eins og sé að fara að kissa mig. Já, ég ætla ekki að gera það. Nei, ætlar það bara ekki að segja neitt. Ættu bara að slaka á Björgvin. Rólegur. En já, einmitt á morgun er leikur. Já, Fjölnir Keflavík, meistaraflokkur karla. já, ég er mjög spenntur fyrir Já, því. ég getur lofað skemmtilegan leik. Já. Já, þetta er að sjálfsögðu. Það kemur sterklega til greina Já, að vinna leikinn. þetta er að, Leit nummer 3. Við höfum verið að pæla dálítið í þessu og já, Leit nummer 2 fyrir ekki. þetta, höfum verið að pæla í að reyna að vinna hennar leik á morgun. já. Bæði lið eru búin að vinna 2 leiki og tapa 3 held ég. Já, Ég er næstu í að vísa það. það er bara hárrétt hjá þér held ég. Ég held það sko. Senast þegar Keflavík spilaði unnið K.R. og senast þegar Fjölnir spilaði unnið Hauka. Já. Senast þegar Fjölnir hittaði upp á móti Val B en þeir spilaði ekkert. Já, Fjölnismenn þurfa ekki að hitta upp á morgun. Nei. Því að þeir hittuðu upp Á sunnudaginn. á sunnudaginn Já. fyrir leik sem var frestaður. Þannig Fjölnismenn eiga ekki eftir að mæta snemma í hús á morgun. Nei, það er algjör óþarrið það sem þeir eiga ennþá inni uppbytun frá því á sunnudaginn. Það var vel uppbytað hins vegar, þannig að þetta var alltaf læg. En núna byrjar þriðji leikluti. 20 mínútur eftir að körfubolta. Þetta Já. verður spennandi. Ég er spenntur, Trausti er spenntur og Bjöggi er spenntur. Eins og einhver myndi segja, þá myndi ég segja upp með sokkana. Já, nákvæmlega. Ég saknaði þess En maður. maður eru flestar með öklasokka. Já, það er reyndar, þá kannski er það málið. Þau þurfum að fara aðeins að fá sér aðra Já. sokka. En það skiptir ekki máli þegar leikurinn er að byrja aftur. Já. Inn hjá Fjölni er sama og lið að byrjaði. Samanlega að byrja það er Eva, Birna, Natasja, Bazooka og Erla. Og hjá Haukum er Þar höfum við Snodgrass, Og Rögnu, Írisi, Gunnhildi, Írisi og Maríu. og Maríu. Ein breyting frá byrjunarliðinu. Gunnhildi kemur inn fyrir Guðrúnu, Ósk. Já. Guðrún er með 3 villur, ef ég manni. Já, það passa við þær. Íris einnig reynda líka. Já. Og Haukarnir það byrja sinn áleikinn. Fín vörn á Natasju, pressar á Írisi og Og- Inga hefði getað stólið þessu. Aðeins að kasta þessi en og hann góðar hendur hana. Flott vörn í Fjölnistelpunum, við erum alltaf að byrja þetta með krafti hérna. Og Snodgrass, Snodgrass hún inn gerir inn erfitt erfitt skot og Inga rífur þetta hörku frákast og hana. fær boltan á Natasju. Og Erla alinn frammi og klúrar Klárar ekki. og frákast og Og- klúður og það er villa. Hanna fengið allan að 2 sóknarfrákast. Já. Þannig að það var kyrt með henni, hún var ekki einn. Hefðum kannski frekar vilja fá
körfuna. Já, en þetta kannski vonandi það sem koma skal í leiknum. Við fáum 2 skot. Natasja pínu að ruglast held ég. Já, hún ekki ennþá í bandaríska háskólaboltanum. Nei. Aðeins að ruglast. En Erla setur vídeóin í. Já, gerir hún það ekki aðeins? Jú, hún setur hún í. Og hún setur seinna líka. Bæði hún í. Og þetta komið niður í 9 stig. Íris Sverrisdóttir fer út af fyrir Guðrúnu. Hún hefur líklega fengið villuna. Já, hún hafði komið 4 villur. En flott byrjunin af fengistelpunum. Við erum alltaf að byrja þetta með krafti hérna. Já. Og Erla dekkar Snodgrass allan völl. Passar hann að fá ekki boltan. Flott vörn hennar Tessu heldur áfram að pressa Gunnhildi. Hún er aktív í vörninu og maður það. Já. Góð vörn. Ragnar með boltan. Og Erla. Snodgrass fær hann á góðum stað. Já, það er erfitt að stoppa hana. Klára og léttlega. Það þurfa að berjast í hann og áður en fara boltan hennar. Hún er mjög kröftug, það er. Já. Fjörlægt. Erla. Villa. Skot og það Villa og næstu þjóni. Birna var hana. Galopin í 3. stöðskoti. Og það eru 3 skot. Eftir að Erla gerði hann upp kantinn. Já. Haukarnir halda einhver sömuklúbana inn í tegnum. Það er leið svo hún. Birna sér fyrirvitið. Og það sennilega. Já, það eru 3 reyndar hann. 3 víti. Með vítið líka. Já. Setur öll 3 honni. Minkarnir í 8 stig. Og Haukarnir komið svo, Ragnar með boltan. Guðrún fær hann á kantinum. Ragnar á móti. Bara einhverjum. Vel gert að Ragnar hana. Já, hún með þetta. Það hefði mátt halda betri stöðu hana. Það eru 2 mjög stórar hana. Pínu klaufaskapur í sókninni að följa hana. Já, tapaði bolti. Ragnar með, hún er með langar hendur. Það er erfitt að senda fram með henni. Gunnhildur tekur skot og það er honni. Hún setur þristinn. Og keyra á það. Og Natasja upp í þrist. Nei. Og Bazooka með frákast. Þarna hefði einhver viljað fá villu. Glæsileg barátta. Hún er komið 2. Natasja, hún kom henni í gegn. Nei. Og Inga með 3. sóknarfrákastið. 3 sóknarfrákast, það þurfa að klára þetta. Góð barátta á Ingu, hefði kannski mátt. Það hefði mátt dæma villa hana. Já, myndi ég halda. Mátt taka sér aðeins meiri tími að setja núni. Já. Hoppaði upp á annari hann í erfitt skot en mjög góð barátta hann. Já, það hefði mátt klára þetta en það gengur ekki alltaf. Þetta er komið í 30 mun, 36-49 fyrir Hauka. Ragnar á og Ragnar klúrarskoti. Inga með hana ágættisvörn. Já, fín vörn með Ingu. Inga fær með topnum, gefur inn í á Evu. Hún er kannski ekki sneggsta í bransanum en hún er fyrir. Hún skila sínu. Og dæmt villa á Gunnhildi held ég. Já. Henning ekki sátti með villunar hjá sínum stelpum. Fjölnir með engast. Birna fær boltan. Birna keyrir inn í. Gefur hana Tessu og Eva með tvistur. Þetta voru 2 stig. Fær bara 2 stig fyrir þetta. Steig líklega á línu þannig. Já, Röggi sá það. Já, hann er með leysiraugu. Hann með það. Hann er með gleru. Já, eða það. Það er næstu það sama. Og stólinn boltinn á Tessu og keyrir á þetta allar hún einn á Snodgrass. Já. Fín vörn Snodgrass sem verður hann að bolta. Þetta er Ragnar fær hann að dæma þessu villi. Henning ekki sáttur. Nei, hann er ekki sáttur. Hann er búinn að kvarta allan leikinn, hann má ég það. Já. Og Fjölnir og Ingast, Natasja með boltan, hún dræfar endalínuna. Sterkt og þetta er sterkt fær villuna. Það eru bara komin í bónus held ég á 3 mínútum. Mér sýnist það. Og Natasja fær sérna 2 vítaskot. Getur minkað munni 8 stig. Það þarf að minnka þetta niður fyrir 6 stigin, þá er þetta... Það verður bara leikur, það þurfa að... Já,
þeir þurfa að gera þetta að spennandi leik fyrir fjórða leikluta. Já. Það er erfitt að vera elta haugana svona lengi. Það er gott að hafa þetta að reyna að lengta mér í 2 sókna leik. Já. En það sé á móti Snodgrass. Góð vörð hana. Gunnhildur drafar. Þetta var fallega gert hjá hann. Gunnhildur komið til haugana í vor frá Snæfell. Já. Og erfitt skotana hjá Birnu. Fín barátta samt í frákastinu. Já. Það er mjög meiri barátta í fjölnisliðinu sennilega heldur en í fyrri. Já, þetta er allt annað. Svona þurfa þær helst að byrja alltaf leiki. Já. Á fyrstu mínútu. Munurinn væri ekki 11 stig ef þær hefur byrjað svona í byrjun. Nei. Og Ragnar við boltan. Þetta er góði. Já. Haukarnir eru hættir að pressa. Við erum búin að pressa núna í 24 mínútur og það var að koma að þetta. Birna fær hann á tómnum. Og Inga undir og vel gerð. góð sending á Ingu. Vantar kannski aðeins meira ákveðni að klára þetta. Já, óöfn hana. Já, óöfn. Það var gott hlaup í hann samt. Snodgrass gengur boltan upp. Já, góð verðinu Ingu og alla leið með. Og Natasha keyrir upp. Og hún klárar þetta. Hún stal boltan og hún keyrir bara sjálf og klárar þetta. Virkilega fljótur. Fín verðan að Efi. Guðrún hana og Ragnar aðlegin undir. Hún setur boltan núni þegar hún fær hann. Það má nefna. Auðveld karðan, einum óverðið. Erla upp í þrist og hún setur hann. Þetta var vel gert. Mjög vel gert, núna vantaði stoppina. Já. Passa að gefa allan engar auðvelda hverjur. Erla er að spila vel hinn sennilega leik. Og Inga og Ragnar er búinn að skora senastu 6 stig í haugana held ég. Jú, ég held það. Villa og Efi. Og Erla kemur út af fyrir Bergþóru. Beggu. Já, sýnstu þína. Það er sýnstu mín. Já, það er satt þér. Já, spurning hvort að hún geti sett eitt 3 stega fyrir bróðið sinn. Þetta var auðveldið Snodgrass. Snodgrass með galoppiskot. Inga með boltan inn tegnum. Og Bergþóra. Natasha keyrir inn teginn og Bergþóra fær hann fyrir utan. Hún setur þristinn fyrir að tala fyrir þig. Þetta er skemmtilegt. Góð innkoma. Nú er ég stoltur þristi. Já. Þessi var handa mér. Já. Sást líka hvernig hún benti upp í stúku þegar hún sett hann. Já, ég er ekki upp í stúku. Já, ég meinti hérna meginn. Það er næstu það sama. En það er annar mál, því að Haukar eru komin í sókn. Þetta er komin inn í 9 stig, núna vantaði stopp. Engin auðveld skot. Þeir eru búin að fá alltaf mikið auðveldum körfum á þessu núna. Þetta hefur ekki annað farið undir 9 stig. Nei, undir 9 stig. Gunnhildur hana, þetta var líklega villa en hún fær ekkert. Bergþóra fær boltan. Fer á Guðrúnu. Ó, þetta var skemmtilega gert. Hún komið sterk inn í hérna, það komið 5 stig í röð. 11 stig allt í allt. Og Ragnar með boltan upp á tóknum. Það væri gott að fá stopp. Það er reyndar... Hann þurftum bara að taka boltan og keyra þér. Mér sýndist núna að Natasha standa út af vellinu þegar hann fekk hann í sig. Já, fín verð. Og það var að taka þessa frákösk. Hann fór ekki í hringinn. Hann fór aldrei í hringinn. Já, ég veit ekki, ég sá það bara ekki alveg meðlega, en það er alveg mál. Ég held hann geti að fara hann aðeins í hringinn. Já, og Natasha og Bergþóra áttast í röð. Nei, hann verður ekki niður og Inga eldi boltan en nær honum ekki. Þannig að þessi hefði mótt fyrir honni. Já, það hefði verið ágætt þannig. Já, þetta er ekki nógu gott sko, það eru 3 flottir menn á riddaraborðinu og svo er Leifur svart í suður. Já. Þáttur við séum ekki að tala lítið á öðrum leikmum. Já. Það hefði kannski átt að skipta honum út í hálfleik. Já, ég hefði skipt honum út. Jón Sverrisson að gera góða hluti í körfuboltanum, af hverju ekki gera góða hluti á riddaraborðinu? Nákvæmlega. Hann hefði verið flottur sko. Það er leiklið, hverjir tóku leiklið, veistu það?
Það er ekkert leikli. Nei, það tók engin leikli. Ekkert fór leikli. Þetta var vist Leif að kenna, sýndist mér. Allavega kennum honum með þetta mál. Það kemur mér ekki óvart ef Leifur hefði eitthvað haft með þetta að gera. Hann nefndi sig, hann ætlaði bara að hóla smá pásu. En Haukarnir koma það í svo, það er 7 stiga munur og 3 mínútur eftir að 3 leikluta. Flottu kraftur í Fjölnistelpunum núna. Þetta er allt annað liðin í sinna hálfleik. Greta María er komin inn á fyrir Evu. Já. Og þarna er... Og Bazookan blokkar... Hún sendir hérna Lovísu heim. Þetta er Margrét. Nei, þetta er enda Margrét. Ég bara sé ekki nógu vel. Já, þetta er stíð. Hérna verður að segja Leif til Sindana. En nú er tekið leikli. Leifur tók ekki leikli í þetta skiptið. Nei. Hjalti Vil stendur sér virkilega vel hann á skýrslunni. Virkilega góð ritund þessi maður. Hef frétt að liðið í Bandaríkjunum vilji fá hann. Já, dómararnir eru ekki einu svona að kíkja á skýrsluna hjá hann. Þetta er svo... Þetta er það. Enda er hann með eldri mönnunum í meistarlokki karla. Já, hann er líklega næst elstur bara. Já. 27 ára. Líklega dett í 57 ára, já. 27 ára. Já, ok, 27. Hann er samt virkar ofta eins og að sé 20 á vellinum. Já. Þetta er fallegt, sjá þessa skrifta. Vá, og hann er hann að smella penna. Líka fingur meðferðin hjá þessum manni, hún er rögnuð. Það getur skrítið að sé að drekka Powerade því að þetta tekur mikið á. Alveg klálega sko. Það má ég það. En leikurinn hafa hann aftur. Haukarnir á boltan, 12 sekúndur eftir á skóklukkunni. 50-57, Haukarnir vil. 2,5 mínútur eftir. Og Natasja stelur honum. Og hún er komin inn og Ragnar á eftir henni. Og hún klárar. 52-57. Þetta er komið niður í 5 stig. Þetta er orðið 2 sókna leikur. Já. Og það er mikill kraftur og keisla sem hefur komið Fjölnistelpunum aftur inn að leik. Já. Og Inga passa sig. Óheppin hana. Munnaði litlu. Og Bergþóra á móti Gunnhildi. Og skot á tófnum. Er ekki henni og Inga með er komið með mörg frákast. Já, þetta er markaðasta frákastið hennar. Þetta er markaðasta frákastið hennar. Ég veit ekki alveg töluna, þannig að... Bergþóra keyrir inn í miðjuna. Erfið skot. Sýndist vera brotið á henni hana. Já, óheppin hana. Hefði getað fengið villu, en dómarinn hefði ekki verið að dæma of mikið í þessum leik. Er hafa staðið sá illa? Þetta hana eftir. Þetta er svo reyfingi á Snodgrass. Þetta er svo leikmaður sem liðið þarf að stoppa, það er alltaf að vinna þennan leik. Og hún kom með 17 stig í hálfleik og hún er líklega komið með 23-4 núna. Já. Natasja gerir vel, finnur Bazookuna og Bazookan klárar. Bazooka skautaði Sony. Hún bombaði Sony. Það var vel gert innan þessu, það eru að vinna vel saman. Og Snodgrass hittir loksins ekki. Nei, loksins ekki. Og Natasja keyrir fram og Bergþóra er að galla upp, nei, hún er ekki að galla undir körunni. Keyrir inn í miðjuna, finnur Birnu úti. Og Inga. Og Bergþóra farin undir. Og reverse hittir ekki. Hún var óheppin. Og Snodgrass kemur út á... Margrét í þristinn og hann er ekki honni. Og keyra. Það hefur verið gott að fá körfu þarna. Eins og reyndar alltaf þegar maður er með boltan, en þarna hefði það sérstaklega gott. Ég sammála því. Kemur skinn. 30 sekúndur eftir að leiklistanum. Helsaðu Ingu, Bergþóra dettur en... Já, hún testar skotið þannig af gólfinu. Og Fjölnir er á boltan. Vel gert af Fjölnistelpunum. Þetta var góð barátta þannig. Heiðrún Harpa kemur inn á í staði fyrir Birnu. Já. og 6 sekúndur eftir af 3 leikluta, 54-59. Haukum í vil. Það rættu kannski að halda boltanum aðeins lengur, en... Nei, Natasja keyrir inn í og fer villu. Hún er að koma sterk inn í þetta. Já, hún er búin að virka mjög vel á Fjölnisliði. Spurning hvort að hún kunni kerfin, en það skiptir ekki máli í dag.
Mér finnst það ekkert hefur allan ekki þurft þess ennþá. Nei, Að sjá hana rúlla eitthvað aðeins yfir kerfin með þeim hérna fyrir leikinn, en flest stígin sem Fjölnir að fá hérna bara úr mjög góðri keyrslu. Já. Og hún setur bæli niður. Slatti af vítalínunni líka held ég. Já. Allan í seinni hálfleik. Snodgrass með boltan, dribblar mikið og finnur fínt skot. Og Ragnar með frákast. Inga Steinn hissa þessu villi en þetta var... Inga er hissa en ég er ekki svo hissa, Trausti. Nei, ég er ekki mjög hissa þessu villi. Þetta leit illa út. Ragnar kom með ógrynnaða frákastum. Enda eru Ragnar og Bazookan langkáðustum var hvað? Já, það er leiklega. Ég held að hann hefði dæmt eitthvað meira. Nei, það getur samt ekki verið leiklega. Leiklutin er búinn. Já, það er satt hjá þér. Ég hef bara áttað mig ekki alveg á þessu. Það eru óöfna. Eru þið nokkuð með starthandakur hérna? Gjör Guinn. Það 56-62. Sáttum með startarann hérna við hliðina á okkur. Það hefur verið að fara yfir skýrsluna hjá Hjalta og... Ég held að hann sé ekkert mikið að skoða þetta, hann er bara svona þykjast. Ég skil ekki alveg til hvers. Bjöggi með einhver stæla. Og það er skotleikur. Ég er mjög ósáttur með að Jón Sverrisson hafði ekki gripið boltann hann í stúkunni. Já, ég hefði viljað sjá hann taka eitt skot. Og Þetta eru alvöru menn. Eftir bara. Það er þristur. Þetta var svo nálægt sko. Næsta. Bróðan að stæja, sýnum ekki, hittir ekki. Þetta er virkilega góð skot samt. Það eru opinn og bæði skotin beint í stöngina. Já. Stöngin inn út sko. Já. Herðu. Henni er í leðjakkanum. Þannig er leðjakkin dálítið stífur hérna á axlunum og það er erfitt að ná góðu körfuboltaskoti. Hann hefði kannski átt að fara úr jakkanum, það hefði verið betra. En herðu, ætlar að segja ykkur harðstu tölfræði þetta. Herðu. Já. Bazookan okkar er komið með 12 fráköst og 11 stig. Já. 26 í framlag. Natasja er með 5 fráköst, 9 stóðsendingar og 13 stig. Já, virkilega flottur leikur henni. Meðan hjá Haukunum er Ragnar komið 10 fráköst, 13 stig og Snodgrass 23 stig, 5 fráköst, 3 stóðsendingar. Þannig að það er heill leiklut eftir, 56-62, Haukum við vil. Fjölnir er komið í svæðisvörð. Íris aftur konuna. Það er að halda upp sama krafti að þeir gerðu henni í þriðja leikluta. Þetta var mjög skreflægt. En það er skorað. 56-64, 80 munur aftur. Natasja inn á Inga fær boltann. Skref. Þetta var... Hún skorar en... Hún tók hana einum og tveim og mörg skref. Gerði það með einu aukaskrefi. Og Nonni dæmir tæknivillu á Henning. Á Henning. Hann er ekki sáttur með hana. Ég skil reyndar gremjast mjög vel þar sem þetta var alveg púra skref. Þetta var... Hún tók 1-2 auka hana. Já, við kannski sáum það ekki en já. En dómarinn hafa alltaf rétt fyrir þessu dómar, svo við veitum það. Já, stundum. Já, Natasja setur fyrir að skota henni. Já, góð til hann. Og sérna skotið líka. Laglegt, þetta er komið niður í 4 stig. Þetta er 4 stig og Fjölnir eiga boltan. Munur hefur ekki svona lítill frá því bara þegar leikurinn byrjaði 0-0 held ég. Já, þá var einmitt engin munur. Þá var einmitt jafnt ef þið áttuðum ekki okkur ekki að því. Já. Natasja með boltan upp á topp, keyrir inn í teginn, finnur Heiðrúnu, stuttskot og hún skorar. Fyrstu stig Heiðrúnu í þessum leik. Natasja, hún þarf ekki einu svona að spila gerfin. Hún er bara að dræfa inn í og finnur alltaf frí á. Ég held hún kunni ekkert gerfin, þannig að það skiptir engum máli. Nei. Og Snodgrass keyrir inn í, snýr við og Natasja, hún las þetta vel. Og hvað gerir hún? Hún setur hún í. Og það er jafnt.
Það hefur ekki verið svona lítill munur frá því við byrjum leikinn. Nei. Þetta er gott raun hérna, góður seinni hálfleikur. Þetta er bara mjög... Eins og ég sagði, þá geta Fjölnistelpurnar vel unnið seinni hálfleiki með 10 stigum. Þótt þeir þurfa að vinna með 12. Já. Þetta er búið að... Þetta er einmitt það sem þurfti að byrja fjórðarleikluna sterkt og núna er þetta orðið leikur og núna getur þetta dottið bara báðum megin. Já. Hvor er báðum megin? Hvor er báðum megin? En þú þekkir þetta? Já, ég veit alveg hvernig þetta er. En það er sem sagt... Það er 9 mínútur eftir hálfleik. En það getur ennþá allt gerst. Eins og staðinn núna er allt með Fjölnistelpunum. Já. En það þarf að stoppa Snodgrass. Já. En ég er bara mjög sáttur með nýja kannan okkar. Hún er góður varnarmaður og mjög fljót. Já. Hún hefur komið vel inn í það. Já, klálega. Ég hef ekki séð alla leiki leiðsins í vetur en þetta er mun betra heldur en það sem ég sá í þeim leikjum sem ég séð. Já, ég hef séð alla heimaleikina og þetta er að besta sem ég hef séð hingað til. Þær eru enn sigurlausar í deildinni. Já. Þrátt fyrir að það hafi ekki væri leiðilegt að fá fyrsta sigurinn á móti Haukunum. Nei. Einhverju liði sem fáir byggust við að myndu vinna fyrirfram. Já, ég vel stólið þannig að hingu. Natasha með boltan. Og Natasha keyrir inn í. Hún ætla kannski að segja aðeins svo mikið. Já, en Inga með fína baráttu fætt enda sér villu. Og var ofið með hana. Röggi vill ekki heyra meira frá henni, sko. Inga kom með 4 villur. Hún þarf að fara að passa sig. Já. Við þurfum á hana að halda þessar 8,5 mínútur sem eftir að leiknum til þess að ná þessu. Alveg klálega, sko. Hún skipti það miklu máli. Og Haukarnir komið svo, 64-64. Ég var næstíð búinn að segja að maður í gegn. En já, það er fínt að láta stelpuna vita því. Já, ég bara er ekki að spila Augnablikinu. En það er hann góðar hendur í Fjölnisliðinu í vörninni. Já, virkilega. Skiptir miklu máli. Natasha er að spila sendingarlinnar mjög vel. Já. Skiptir miklu máli í svæðinu að vera upp með hendur sem Fjölnisliðið er einmitt að gera núna. Ragnar fær boltan á góðum stað, Íris með galopinskot og það fyrir af. Og Snodgrass. Snodgrass gefur á mann ekki. Maríu. Hún er búinn að vera að setja hann þegar hún fær skotin í þessu leik. Ég held að hún hef ekki klúður á skoti ennþá. Hún tekur bara skot þegar hún hittir. Já, góð sending hana, en var skot. Guðrún verð skotur á Bergþóru. Mikilvægt að halda sama kraftinu með þetta þótt að gengur pínu illa. María setur hann aftur. En hittir María. Hún er með gífurlega góða skotnýtingu í þessu leik. Já. Natasha róður þetta, 64-68, Haukum við vel. Bergþóra. Það er einhverju handbolta áhorfendur hjá Haukum upp í stúku með einhverja trommur. Búið til stemmingu. Natasha með gott skot. Já, hún setur hann, þetta var vel gert hjá henni. Núna vantar hann stopp. Haukarnir komið í sókn. Íris með boltan. Gefur á Snodgrass. Íris aftur, hún er galopin. Galopin sko, þetta er allt hún setur hann. Íris er búinn að skora bil 20 stiga meðaltal leikskísmér í vetur. Og það maður leifir ekki svoleiðis manneskja að taka svona opið skot. Er hún búinn að skora hvað? 20 stig? Já, meðaltalið skísmér. Já. Stigahæst í Haukaliðinu á eftir Snodgrass. Aðeins 3 stig í dag samt held ég. Ha? Ég held að þetta hafi verið fyrsta stiginn hennar í dag. Nei, hún skoraði hérna. Já, ok. Hún skoraði sem 5 stig á fyrstu 2 mínútur leiksins. Ok. En eftir það var þetta ekki þar. Hún er búinn að vera í vitvandur hann. 68-71. Núna vantar Fjölnistelpunum stoppina. Já. Ragnar með boltan á póstinum. Fín vörn hana. Tala saman og erfitt skot hjá Maríu. Já, hún klúrar. Fyrsta skotur í leiknum. Núna þarf hún að keyra. Natasha keyrir upp öllin. Hún fer fram með þeim. Fer alla leið og það er og það er villa. Vel gert hjá Natasha. Snodgrass fær sína 3. villu. Það er svo ég held. Ég væri til í að fá Snodgrass út af. Já, hún er búin að vera góð. Það væri ekki leiðilegt. En það er ólíklegt. 6 mínútur eftir, hún er komið 3 villur. Eins og þú sagðir áðan Trausti, það getur allt gerst. Já, það er satt hér. Við meðum ekki útiloka neitt.
Þessi er að Natasha setja fyrir hann. í dönnu, þetta er komin inn í 2 stig. Mikilvægt að halda áfram núna í félagsstelpunum. Hún er með góðan vítanýtingu, hún Natasha. Já. Hún er búin að setja öll vítin í leiknum. Natasha kemur, nei, ekki Natasha, hún er í hinleginu. Snodgrass kemur með boltan upp. Já. Og Guðrún Ósk. Guðrún með skot, erfitt skot. Inga hann opinn. Henning vill fá leikli og fær það. Já, hann fær að taka leikli. Já. Þetta er magnað. Leifur tók ekki leikli. Nei. Leifur sem betur fyrir er búinn að halda sig á móttinni. Já. Undanfari. Hann er með þetta. Reynda með einhverja stæla núna sem og við fáum fleiri skotleiki. Já, þetta var gott kast hana. Beint í vegginn. Hver skýtur? Það er Eyjólfur. Nei, hann lætur son sinn fá boltann. Já. Ég vil sjá Jón Sverris Estar í þetta. Eyjólfur? Já, Jón? Já. Ég veit ekki, það er náttúrulega leikur á morgun og hann er kannski að spara sig. Já, hann er kannski að spara sig. Það er kannski réttast hjá honum. Já. Ég vil ekki fá hann inn meiðsli hann Það þarf að mæta ferskur á morgun. Já. Ekki ætla. Og þetta er spennuleikur. Hver er fyrstur? Ó. Já, og það er bróðir hans Snæja eins og Björki kallaði hann. Já, hann. Ég veit ekkert hver það er en þetta var vel gert hjá hann. Hann fekk kók í sjoppunni og prins sýnist mér. Já, mér sýnist það. Ég hefði ekkert á móti kók og prins þessa stundina. Hann er væntanlega sáttur með það. Já, ég myndi vera sáttur í hans spórum. Haukastelpunar stilla upp í línu. Þetta var vel framkvæmt. Það var óhefnað hana. Hefði kannski að mátti vera betri vörn en 70-73. Haukastelpunar komin í svæði. Það byrjuðu í svæði held ég. Skiptið í maðurmanna ef maður rétt. Það eru búin að vera að skipta svolítið fram og tilbaka. Greta með ágætt skot. En Haukarnir eiga boltann. óhefnað hana. Það er ekki verið leiðilegt að geta fagnað þessu þrýsti. Það er bara gaman held ég. Já, það er sjaldan leiðilegt að fagna. En Haukarnir konur svo. Og Íris. Skeri starta körunni með fínt skot. Og hvernig er frákastinu? Jú, Bergþór nær frákastinu. Það er sýstin. Það er sýstin mín. Já. Hún náði þessu fína frákasti. Og Natasha, hún er með þrý sem getur jafnað leikinn. Nei. Þetta var. Ég veit ekki með þetta, ég sá þetta ekki alveg. Dómarinn hefur alltaf rétt verið að segja þannig að. Erla kemur inn á fyrir öðru heyrunu. Og Snodgrass kemur upp með boltan fyrir Haukana. 5 mínútur eftir. Íris gefur á Maríu sem finnur Ragnu undir. Ragnar Margrét fær hann í góðri stöðu. Já. Fín vörn með fjónustelpunum. Þetta var dramatískt flaut hjá Rökkvaldi en réttu dómur einhvað síður. Já, það er sagt. Natasha, nei, og Bergþór hann aðnum aftur. Natasha finnur Erlu sem skýtur og... Já, fallegt skot hann það. Smá hefni kannski nánum aftur en þetta var vel gert. 1 stig, núna vantar Herslu munin að ná fórustinni. Já. Held að Fjölnir hafi ekki haft fórust í leik. Nei, ég held ekki. Nefna kannski 2-0. Held ekki. Ég er ekki viss. Ragnar með góða hreyfingu. Já. Ragnar einum á snögghældi fyrir Inguðan undir. Já. Hún er núna komið með 15 fráköst og... Nei, 15 stig og 10 fráköst. Já. Natasha keirir inn í, vel gert hana. Vel gert hjá Natasha. Nú vil ég sjá stoppdrösti. Já, það viljum við sjá, það er satt ég. Síðan vil ég sjá körfi á hinum endanum og þannig áfram. En þetta er spennandi. Kannski spurning að skipta yfir í maður að mann núna hjá fjónustelpunum.
María setur allt hana. Haukarnir eru búin að vera finna opið skot eftir opið skot á móti eftir að svæði. Já. Oftast á svipum stað. Já. Sjá yfir. Sjáum yfir. Erna með opið skot og hún er opinn. kemur. Snodgrass með frákast. Og hún stillir upp. Og Guðrún í opið skot. Það er ekki hún í. Íris er sterk með... Sammála þessu, Trausti? Ertu sammála þessu? Ég ætla ekki að tjá mig þetta mál. Dómararnir hafa alltaf rétt fyrir sér. Já. Þetta var villa. Við skulum ekki tjá okkur þetta mál. Nei. En það er ofnum hana félagstelpunar. Snodgrass og María fær frískund. Hún ver skotið. Bazookan blokkar þetta. María er búin að setja heldur 3 skot hana bara í þessum leiksluta. Já. Gott að ná að stoppa hana. Haukstelpunar stilla upp 74-77. 2 mínútur og 45 sekúndur eftir. Snodgrass. Og hún setur hann. Skemmtilegt kerfið hana í það, þetta minnir mikið á eitthvað í kerfinu. Þær eru búin að vera að fá mjög mikið opnu skotum á þessari svæðisverð. Nú skiptir miklu mál að skora. Þetta verður að koma ný. Flottu jumper, hittir ekki. Fín barð á frákastunum en það er dæmt villa að Erlu. Þetta er ekki alveg að falla með Fjölnir stelpun svona í lokin. Og tíminn gengur hérna, það er bandaríski leikmaðurinn Ben Stævól sem er að klika í þetta skipti. Leibbi væntanlega hafa einhver slæm áhrif. Já, Leifur hann er líklega smittar út frá sér sko. En þetta Já, þarna er 2 manneskjur sem ég kannast við búin að vera raulandi í dómarunum í allan dag. Þessi 2 hana. Já, þau eru mjög líflegir í stúkunum, eða það? Mamma er sammála mér. Já. Þetta er einmitt foreldrar einhverja leikmanna í þessu liði. Já, Bergþóru held ég. Já, Bergþóru. Ef ég man rétt. Ég myndi halda það samt sko. Já. Nei, ekki þessi. Þetta er ekki foreldri Bergþóru, já. Hana, já. Hana. Já. En herru, keyrum þessar sem 2 mínútur í gangina. Jón er skemmtilegur hana. 2 mínútur, 74-79, 5 stiga munur. Væntanlega 2,5 myndi ég giska á. Það fór alveg margar sekundur af klukkunni á Benni neðan. Já, Leifur klúraði þessu hana. Já. Það er erfitt að halda einbindingu hana með Leifur hliðina á sér sko. Já. Þetta voru nú meira en 4 sekundur held ég. En allavega, 5 stiga munur. 2 mínútur og 15 sekundur eftir. Haukar með boltan. Það er mjög mikilvægt að ná stoppi núna. Fjölnismenn búin að skipta yfir í maður að mann aftur sem er sniðugt. Natasha spilar fína pressuvörn á hann og skotklukkan er komin niður í 8 og ekkert búið að gerast. Þannig þurfa þær að stíga út. Þannig er Íris með sóknarfrákast. Og Haukar fá hér annars séns. Tíminn vinnur með þeim. Já, vel gert hana. Munnaði litlan á stöðuboltanum. En ég var einmitt að horfa á leikinótt þar sem það var meiri munur en þetta á minni tíma og hvaða leikur var það, Trausti minn? Ég horfði á Miami Heat á móti Utah Jazz. Ég vil vera sáttur með það. Það var magnað. Það sýndi að allt getur gerst í þessu íþrótt. Nei, hann fór ekki í hringinn. Hann fór ekki í hringinn. Það er eins og að fá það nýja skotklukku. Það var 1 mínúta að fara inn í þessa sóknu Haukunum. Já. Ég myndi kenna Leifi þetta. Já, gott frákast hana. Nú væri fínt að fá körfu. Bergþóra og það er villa. Og 2 skot býstu því. Já.
Villa á Snókras, en að 4. villa. Sko? Það væri ekki leiðilegt ef hún myndi fá síðan 50. Nei, ég er saman á því. Hvað segir Biggi? Þetta var öruggt. Heppin hana. Þetta var öruggt, hún ætlaði að gera þetta. Já, Ég sá hún æfa þetta fyrir leikinn. Ég veist ekki það. Það gekk ekki, en jú, þetta ætlaði hún líka að gera. Þetta er frákastið að skora. Stóðsending á Ingu. Þetta er komið niður í 2 stig. Bjöggi er virkilega sáttur með þetta. Já, einna sáttur af 1 mönnum. mínúta eftir hérna, hörku spennandi mínútur. 1 mínúta 77, 79 og stólinn Og bolt. stólinn bolti fyrir þetta. Já. Þetta er mjög spennandi. Ó, þetta var. Já, nú er ég spenntur Trausti. Og hvað gerir Erla? Ó, það er fótur. Ný skóklukka. 51 sekúnda. 77, 79. Haugum við vel. Ekkert ekki leiklega. Flottu leikurinn af Fjölnistelpunum. Þetta er spennandi. Þetta er virkilega spennandi. Ég er ekki frá því að Berþar hafi klúðrað viljandi hana til að fá Já, sóknarfrákastið. ég vil skrá þetta sem stóðsendingu. Já, Þetta er alveg þekkt í liðum með svona stóra leikmann. já. Þannig að það er spurning hvað að gera henni í þessi sókn. Hver er átt eftir boltan? Það er Fjölnir. Það er Fjölnir á boltan. Já. Eitt. Fjölnir á sem boltan, 51 sekúndur eftir, 77, 79. Já, og ný skotklukka. Já. Geta stilt upp í góða sókn og jafna leikinn eða jafnvel komist yfir. Já. Það er mjög mikilvægt að skora núna. Já. Gífurlega mikilvægt. Ef það skora ekki og Haukarnir skora, þá er þetta erfitt. En það er nóg eftir. Skulum sjá hvað gerist. Já, ég vona að komið þrýstur. Þá erum við nefnilega komin yfir sko Já, það er satt ég þér. og hefum góðan sensi að vinna þennan leik. Þannig að þessi fær boltan. Haukarnir að það er svo þessu vörn. Inga fær boltan. Súkunu undir Og Greta stuttur. Allt á stuttur en Inga. Óheppinn. Og hann ætla. Þetta var óheppnið hana. Þetta er ennþá hægt, við þurfum. Greta var aðeins á stutt í þessu. Já, hún fekk mjög fínt skot en bara náði ekki að setja henni. Þetta er vel framkvæmt, bara óheppinn. Það var bara náðu stopp í vörnni. Nú er kallinn spenntur. Kallinn spenntur. Berþar með fína vörn. Íris. Greta, passa sér að fara ekki á nálægt. Og það var backdoor. Erfitt. Snodgrass Gera fram. skoraði þannig. Þannig hefði einhver dæmt. Sóp. Erfitt, já. Þannig hefði einhver líka dæmt villu. En ekki Guðrún í vandræðum. Óheppinn. Þetta gæti verið leikurinn. Já, 10 sekúndur, 4 stig. Þetta er erfitt. Hefði kannski átt að reyna að kikka honum út hann eftir sóknarfrákastið en alltaf lítið eftir. Ég myndi reyna að pressa boltan, þar sem það eru 10 sekúndur eftir og Brjóta. 4 stefnur. Brjóta. Og nærmast stefnunum. Tattu þristinn. Óheppinn. Og hún setur hann. Og stúkan trillir. Einu stigi, eins og ég sagði. Það er unni sér hérna hálfleiki með 10 stigum. Þetta er bara það besta sem ég hef séð í vetur af Fjölnistelpunum. Já. 80-81, loka tölur. Já, á móti sterku liði Haukana. Þetta er bara lofa mjög góðu. Nýkanir lofa mjög góðu. Svekkjandi að ná ekki að stela þessu sigri, en Já. því miður. En þetta er allt annar bolti sem Fjölnisliðið er að spila núna. Þetta er Það þurfa að taka það jákvæður þessu leik og taka það með sér áfram. sem er bara mjög mikið. Fullt af jákvæðan hlutum í þessu. Já. Það er spurning, veistu hvernig næst leikur er? Nei, það veit ég ekki. Nei, ekki ég heldur, því miður. Ég þekki eina stelpu í liðinu, ég get spurt hana. Já, þá kennast það þig. Já. En það er bara komið að lokum hjá okkur eða ekki? Jú. Nefn að við tökum viðtal hérna á eftir. Nei, Biggi, þú færð ekki annað viðtal. Ef ég veit rétt, þá er næsta útsending Fjölnis TV á morgun. Já. 19:15. Hörku leikur hjá Köllunum. Fjölnir Keflavík. Já, ég veit ekki hvort við höfum eftir að lýsa á morgun. Við erum líklega ekki að lýsa á morgun, er þetta um.
Já, þá mæta stelpuna bara hérna að lýsa fyrir okkur. En þetta var skemmtileg leikur í dag. Haukarnir með einhverja stæla hérna á miðinni, geta Það var einhver ammali. ammælisöng. Frábært. Hamingju með það. Ég vil óska þessum leikmann til hamingju og óska Haukum til hamingju við sigurinn, en þetta var góð leikur á Fjölni. Já. Ég vil bara þakka þér fyrir góða samveru, Trausti. Já, sömuleiðis Tómas, þetta var skemmtilegt. Það var aðeinslegt. Ef við viljum fara í statið þá skoraði Natasi Harris 28 stig. 12 stóðsendingar og 6 frákast. Það er ekki slæmt í fyrsta leik. 36 í framlæstu. Inga var með 15 stig, 14 frákast, 3 stóðsendingar. Erla með 7 stig, Bergþóra með 12, Greta með 7, Birna með 3 og Heiðrún með 2. Já, Haukunum var Snodgrass með 27 stig, 7 frákast og 7 stóðsendingar. Ragnar með 15 stig, 10 frákast og aðrir minna. Ég vil bara þakka þér fyrir lýsingar, Tómas. Já, og takk og bless. takk og bless.